Þá skulum við fara upp á flugvöll og hitta þar framkvæmdastjóra Air Iceland Connect og ræða þar aðeins verð á innanlandsflugi. Það hefur verið töluvert í umræðinni flug milli höfuðborgar og Akureyrar, Ísafjarðar og Egilsstaða og innanlandsflug almennt, þar sem verið að ræða hátt verðlag og fólk svona tala mikið það að vilja hafa lægra verð. Verið að ræða meðal annars ríkisstyrki í því samhengi. Hvað viðhorf eru þið hjá Iceland Connect? Ég með text að koma þessu framfæri. Air Iceland Connect. Ég verð ennþá, ég svona eins og gamla fólki, ég talaði flugfélag Íslands í nokkur ári viðbót. Air Iceland Connect, hvernig ykkar viðhorf gagnvart þessari umræðu? Já, viðhorf okkar mótast kannski af svona tvenns konar. Það annars vegar að við höfum viljað og ekkert svona vikið okkur undan því að þessi gagnrýni okkar þjónustu og við séum borin saman við annað sambærilegt flug og við höfum séð núna greining á því, til dæmis bara Turisti.is gerir greining á því í vikunni þar sem hann bar saman sambærilegt flug hjá okkur innanlands eins og í nágrannalöndunum, hvort sem það í Svíþjóð, Noregi, Danmörku, Skotlandi sem hefur mikið verið umræðin núna í vikunni. Það var nú reyndar staðfesta málþingi sem verið í gær, fulltrúi Skotlands þar, fóru verðlag á innanlandsflugi þar og þar það mjög sambærilegt og það sem við erum að bjóða upp á hér. Þannig að svona frá rekstrarlegum forsendum og nú rétt að taka fram að íslenska krónan í sögulegum hæðum, hún mjög sterk, þannig að einhverju hluta vegna ætti þá væntanlega vera ennþá ódýrara fyrir okkur að það flug ætti að vera ódýrara fyrir okkur, en það í rauninni mjög sambærilegt. Þannig að verðlagið þar og svona rekstra grundvöllurinn og það sem við horfum til, þá erum við að gera mjög sambærilega hluti. Hins vegar það okkur ljóst og við vitum það mikil krafa að nýta okkar þjónustu og fólk vill nota hana og miklu meira heldur en var kannski bara fyrir 10-15 ára síðan. Þar sem að fólk notaði og fóru einu sinni suður eða tvisvar á ári kannski og það þótti mikið. Núna vill fólk geta nýtt sér ýmsa þjónustu og það líka þannig að það hefur verið aukning í því að byggja upp þjónustuna meira á höfuðborgarsvæðinu heldur en kannski áður, minni þjónusta í boði frá hinu opinbera. Á meðan að allir landsmenn að borga í þessu uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu, þá höfum við alveg skilning á því að aðgengi farþega og allra landsmanna að þessari þjónustu sé með hagkvæmum hætti. Þannig að ef að ríkið og þessi pólitíska ákvörðun liggur fyrir að fólk vilji greiða götu okkar farþega sem á landsbyggðinni að sækja þessa þjónustu, þá auðvitað horfum við á það jákvæðum augum. Þannig að þetta svona svolítið tveir aðskildir hlutir. Annars vegar hvort við séum að standa okkur í samanburði við það sem sambærilegt erlendis í nágrannalöndunum og í kringum okkur og hins vegar þá pólitísk ákvörðun hvort að fólk vilji gera þennan ferðamáta ódýrari. Þetta augljóslega náttúrulega tvær umræður. Pólitíska ákvörðun verður bara eiga sér stað við leysum það ekki hérna á flugvellinum. En svo þegar að tala hina, þá það náttúrulega það samanburði við önnur lönd, en svo það alltaf þetta, verið að okra á mér. Einhverjir risar með einhverja eigendur sem að greiða sér arð og kaupa sér Gucci jakkaföt eða eitthvað. Það þessi tilfinning sem að svona, hvernig þá kannski bara eðlilegt að spyrja, hvernig reksturinn? Hávær arðsemiskrafa eigenda félagsins? Já, reksturinn hefur verið bara undanfarin ár, þá okkar afkoma hefur verið svona í kringum núllið, stundum hefur við gengið þannig að við höfum verið réttum með við núllið og stundum hefur verið undir. Þannig að afkoman okkar, ef maður bara horfir á ársreikninga sem eru opinberir eða liggja fyrir á síðasta ári og árin þar á undan, að þá menn horfa á það að þá af þessari veltu sem við erum með, að þá afkoma bara í kringum núllið. Við erum að velta eitthvað 6 milljörðum á ári og afkoman hefur verið svona í kringum núllið. Eitt árið hefur verið betra, annað árið undir núlli, þannig að það rauninni ekki þannig að við séum að út úr þessum rekstri sé að koma einhver gullnáma. Það alls ekki þannig. Hverjir eiga Iceland Connect? Það hluti af Iceland Group og Iceland Group síðan á markaði, á hlutabréfamarkaði, þannig að þar eru margir eigendur. Stærstu eigendurnir eru lífeyrissjóðir. Það líka mjög breiður hópur einkafjárfesta og annars líka, en langstærsti hópurinn eru lífeyrissjóðir. Sett svona arðsemiskrafa? Já, það eru þetta arðsemiskrafa á Iceland Group og þeir sem að fjárfesta þar vilja að félagi skili arði og það ekkert óeðlilegt við það. Það bara að þú ert að leggja fé og þú vilt fá arðsemi af því, alveg eins og þú leggur fé í banka eða þú leggur fé í fjárfestingastarfsemi og þú viltu fá einhver arðsemi af því. Þannig að auðvitað gerð krafið það okkar rekstur sé réttum yfir núllið. Hún eitthvað til að tala? Þetta á að vera 10%? Nei, það engin ákveðin tala í þeim efnum, en við auðvitað reynum að skila okkar fjárfestum arðsemi af sinni fjárfestingu
alveg eins og það eru þessir hagaðilar í þessu, það eru farþegarnir, það eru starfsmennir og það eru fjárfestarnir og allir þurfa að hafa sitt. Skiljanlega, það er bara eins og í öllum fyrirtækjarekstri. En hvað með ef þú tekur einstaka flugleggi? Ég hef nú heyrt suma segja, en hvað með fluglegginn Akureyri Reykjavík? Hann ekki að standa rosa vel undir sig? Gæti hann gjörið ódýrari? Já, þar spilar þetta saman að ef við værum bara að fljúga Reykjavík Akureyri, að þá væri það ekki eins hagkvæmt eins og að vera með Egilsstaði, eins og að vera með Ísafjörð með, því að það er dreifing á svartakostnaðnum, því að það er ákveðin líka bara grunnkostnaður við að reka flugið. Við erum undir mjög stífu regluverki Evrópusambandsins, við erum hluti af því og höfum valið það líka flugrekstraraðilar, því að það er ákveðin aðgangsmiði að okkur að því að geta flogið til Evrópu, að vera undir sama regluverki þar. Og það eru auðvitað bara mjög stíft og það eru ákveðna kröfur og þar leiðandi gott að geta dreift þessum fastakostnaði á fleiri leiðir og við erum þess vegna líka að horfa til þess að við höfum á undanförnum árum vaxið mjög mikið inn á Grænland. Það er mjög góður markaður, hann er enda mjög seasonalt eða svona við sletta þess, hann er sem sagt mest yfir háönnina, yfir sumarið en hann hjálpar okkur líka og svo byrjuðum við í fyrra að fljúga á Aberdeen og Belfast líka inn í leiðakerfi Icelandair frá Keflavík og þar tengjum við svolítið inn á hér að við erum að fljúga hingað frá Keflavík og það hefur auðvitað líka verið leið til þess að auka eggin í körfunni. Af því að ég veit að þetta er tiltölulega mikið uppáhaldið, það er næsta spurning sem ég með, þá ætla ég að láta hana gossa. Það kemur alltaf samt aftur og aftur á þessum punkti að fólk hlustar á svona viðtal og ok, þetta meikar allt sens, en af hverju er samt dýrara fyrir mig að fljúga með fjölskylduna til Köpen eða London eða eitthvað heldur en milli Akureyrar og Reykjavíkur. Ég veit þú ert búin að taka þessa spurningu dálítið orð, ertu ekki orðin dálítið þjálfari í þessu? Já, hún er búin að koma nokkru sinnum í þessari viku og svo sem í gegnum tíðina. En það sem við verum að horfa til að það er ákveðin grunnkostnaður liggur í því að fara á stað með flug. Það er eins og ég sagði aðeins áðan, það er mikið regluverki í kringum þetta, það eru 2 flugmenn alltaf, hvort þú ert að fljúga til Kaupmannahafnar eða hvort þú ert að fljúga innanlands og þeir þurfa ákveðna þjálfun og þeir þurfa ákveðna þekkingu. Þannig að grunnkostnaðurinn við flugið, startkostnaðurinn er bara mjög mikill og þannig að þegar þú ert að fljúga með eins og við 37 seta til 76 seta vélar þá ertu bara með ákveðin fjölda farþega sem getur þá borið þennan kostnað á meðan þú ert að fljúga til Kaupmannahafnar í 180 seta vél eða jafnvel stærri að þá er það auðvitað allt annar kostnaður sem liggur á bakvið og dreifing kostnaðurinn getur verið þar meiri. Þannig að það sem við erum og öll flugfélög eru með að við erum með lág fargjöld sem erum að draga fólk að og erum að bjóða það ákveðnum hópi sem bókar með lengri fyrirvara og svo framvegis og það gera þeir í millilandafluginu líka og það gerum við í okkar millilandaflugi líka en svo ertu með hærri fargjöld og yfirleitt fara þau fargjöld, hæstu fargjöldin fara miklu hærra heldur en við förum. Þannig að það sem að fólk er að bera saman þar eru þá lægstu gjöldin hjá þeim og mögulega hærri fargjöldin hjá okkur og þá mattsar þetta svona saman en aðal ástæðan liggur í þessu að það er bara ákveðin grunnkostnaður í því að halda út í flugi og eins og þú talar áðan það er verið að kvart undan lélegri tíðni hér en það gerð leið gífurleg krafa á okkur að halda út í góðri þjónustu og við fengum ekkert undan því, viljum reyna að gera það og reynum að koma til móts við það út af því að líka að þegar að í millilandafluginu er komin sætanýtingu upp í 95% eða 97% þá allir voða glaðir þar þegar við færum í það hér og erum í 90% nýtingu á Akureyri, þá er fólk strax farið að kvarta út eða fær aldrei sæti. Þannig að þetta er auðvitað svona þessi balans á milli þess að halda út í góðri þjónustu, halda út í góðri tíðni, samt með þennan grunnkostnað sem fylgir, en það er svona eðli þessarar innanlandsstarfsemi getum við sagt eins og við sjáum í nágrannalöndum líka. Það eru margir að fara samdægurs á milli staða, við stuttum fyrir að vera að vilja nýta daginn og svo framvegis og allt er þetta þannig að þetta þarf að spila saman. Ef við getum flutt alla farþegana yfir daginn í einni ferð, einni stórri ferð, alla 400 sem fljúga með okkur á dag eða hvað það er, þá væri það hugsanlega öðruvísi en það myndi bara ekki þjóna markaðnum. Þá myndi farþegum aftur fækka. Örstutt 2 hluti áður en ég fer í loka hnykkinn. Ég veit ekki, þetta er bara flug. Það er dýrara að tanka olíu á Akureyri heldur en fyrir sunnan, sem manni finnst alltaf svo brjálæðislega skrítið. Hefur það einhver áhrif á ykkur eða skipt það engu máli? Þið bara tankið alltaf hinum megin? Við auðvitað, út af því að það er dýrara eins og þú segir að tanka hér, þá leggjum við áherslu á að tanka fyrir sunnan. Við gerum það.
og þó munurinn sé kannski minni hér á milli Reykjavíkur og Akureyrar heldur en hann til dæmis á Egilsstöðum og Ísafirði, þar munurinn ennþá meiri og þá liggur það bara einfaldlega í þessum flutningskostnaði olíufélagsins sem við skiptum við og notum að hann bara setur hann í verðlagið og það ekki þannig að flutningsjöfnunarsjóður eða einhver, og þá þetta aftur komið að pólitískri ákvörðun viljum við jafna þennan aðstöðumun eða viljum við hafa þetta svona eins og þetta í dag. Og það þetta bara pólitísk ákvörðun. Olíufélagið sem heldur út þessi birgðastöðvum, það dýrara fyrir þá per líter að halda þeim úti hér heldur en í bænum og þess vegna kemur til þessi verðlagning og hún snertir okkur auðvitað að einhverju marki því að stundum þurfum við að tanka hérna en hún ekki svona ráðandi í rekstrinu hjá okkur en við erum auðvitað svo sem núna að akkurat eins og við erum með núna Keflavík-Akureyrarflugið, þá erum við að tanka hér, við erum líka að tanka í Keflavík. Við erum núna að gera tilraunir með ferðaskrifstofu Akureyrar að fljúga beint héðan frá Akureyri til Aberdeen, gerum það núna í haust og ánægilegt að segja frá því að það uppsiglt í þá ferð og biðlisti, þannig að við ætlum að halda áfram með svoleiðis tilraunir og ferðaskrifstofa Akureyrar ætlar að vinna með okkur í því sem bara mjög áhugaverð tilraun og við munum sjá meira af því. Þannig að það myndi skipta máli að hafa eldsneytisverðið sama hér eins og í Reykjavík. Það bara myndi skapa betri tækifæri og allt skiptir þetta máli í kostnaðinum. Nákvæmlega. Annað, þeir að reyna að byggja upp þetta að erlendi ferðamaðurinn vilji ferðast innanlands og fyrirgeðu ég ætla að fá að vera dómhörð en svo mætir það í þessa sjoppu sem flugstöðin okkar orðin í Reykjavík. Hún orðin alveg bilaðslega illa farin finnst mér. Við ætlum bara að fá að halda þetta fram. Nú ég leit ekki svona ákveðin í þessu. En þetta hlýtur að vera akkilsarhæll fyrir ykkur. Þið myndu vilja bjóða upp á fallegri flugstöð burtséð frá staðsetningu. Já, sjálfsögðu og þetta enda kannski fyrst þá þetta samt flottasta flugstöð í Reykjavík. Það engin önnur. En nei, grínlaust að þá þetta höfum við og við vildum til dæmis fyrir 5 árum síðan malbika bílastæði hjá okkur. Það var þannig að okkur var slegið á puttan okkur þar og okkur var bannað að malbika bílastæði hjá okkur. Þannig að sem alveg með ólíkindum og við höfum verið að reyna að velkjast í því máli núna í 5 ár að reyna að klára það mál og það ekki ennþá hægt. Þannig að þetta náttúrulega alveg til skammar að það skuli ekki vera unni í þessum málum af heilindum og meðan að flugvöllurinn að þá sé hægt að bjóða upp á mannsæmandi þjónustu. Þeir eru líka að horfa í aðrar áttir. Við höfum nefnt að bæði Aberdeen flugið og þetta Akureyri Keflavík. Þetta eitthvað sem þið sjáum fyrir okkur. Þú hefur heyrt það, okkur langar ekkert endilega til Reykjavíkur. Nei, ég held að það sé líka mikill bara, þetta bara ákveðin leið og með því að bjóða upp á góða tíðni, með því að þetta sé nánast alla daga, þetta 6 daga vikuna, að þá sé þetta orðin bara hluti af því og það auðvitað. Hvað ertu þá að fljúga héðan? Þú ert að fljúga héðan 4:30 á morgni og lendir þá 5:30 eða 45 minútna flug, 5:15 eða hvað það og þá morgunflugin framundan og þetta tenging við öll félög, hvort sem það Icelandair eða önnur félög, þannig að þú getur tengt við alla og síðan í eftirmiddaginn þá erum við að fara upp úr 5, það milli 5 og 6 frá Keflavík og það eftir að allar vélar koma inn frá Evrópu og þá getur þú flogið hingað beint norður. Og það auðvitað það sem við erum að sjá hérna fyrir norðan og í þessari bara almennt alþjóðavæðingu að fyrirtæki hér fyrir norðan vilja geta sótt beint út og ef við getum skapað grunn þar sem við erum með erlenda ferðamenn sem að koma hingað á móti síðan viðskipta og einstaklingum sem að fara í frí eða fara í vinnuerindum hérna beint út og byggt upp þessa leið þannig að þá það náttúrulega frábær balans í því að geta þjóna báðum þessum hópum og þörfum beggja. Þannig að ég held að íbúarnir hér geti hort á þessa tengingu sem með því að geta nýtt sér beina tengingar út í heim því að það ekkert endilega alltaf þannig að fyrirtæki sem eru hér og að horfa á að selja eitthvað á markað í Reykjavík, menn eru með miklu stærri markað undir og menn eru að horfa á heiminn og sem sinn markað í þeirri þjónustu, nýsköpun sem hér í gangi og ýmsu öðru og þá það auðvitað lykillinn að því eru góða samgöngur. Þannig að ég held að þetta sé svona brú sem við viljum reyna að byggja upp og vonandi tekst okkur það að byggja hann upp vænlega á næstu árum. Það hljómar eins og plan. Já, bílaplan. Takk fyrir spjallið. Takk sömuleiðis.